Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var við upphaf þingfundar liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu 16. apríl 2018 hefur forseti óskað eftir því, samanber 8. tölulið 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa, við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli eftirfarandi skýrslu Ríkisendurskoðunar. Það rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila 2008 til 2010. Það atvinnutengd starfsendurhæfing og það Náttúruminjasafn Íslands. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá félags- og jafnréttismálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 501 ferðakostnað og dagpeninga ráðherra frá Birni Leví Gunnarssyni. Borist hefur bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 384 ráðherrabíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Loks hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 648 aðgerðaáætlun fyrir Stjórnarráðið frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Fyrir tekið fyrsta dagskrármálið, framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga varða flutning á vopnum, beiðni skýrslu 498. mál á þingskjali 725. Forseti hefur kannað þetta mál eins og hv. þingmönnum kunnugt. Þá var atkvæðagreiðslu þessa skýrslubeiðni frestað síðastliðinn mánudag eftir að bréf hafði borist frá utanríkisráðherra þar sem lýst var ákveðnum sjónarmiðum skýrslubeiðnina og á það bent að hún beindist að hluta til að þáttum sem væru á verksviði annars ráðherra. Engu að síður það svo að í fyrirliggjandi skýrslubeiðni óskað eftir því að fjallað verði atriði sem falla undir málefnasvið utanríkisráðherra samkvæmt forsetaúrskurði skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 84/2017. Þar í 8. grein kveðið á að utanríkisráðherra fari með utanríkismál, þar á meðal samninga við önnur ríki og gerð þeirra. Ábyrgð á framkvæmd alþjóðasamninga getur þó eftir atvikum verið á hendi eða að hluta til á hendi annarra ráðherra eins og kunnugt Beiðnin varðar opinbert málefni og uppfyllir að öllu leyti ákvæði þingskapa. Hún telst því tæk til þinglegrar meðferðar og atkvæðagreiðslu. Þá hefur þessi skoðun einnig leitt til þess að skýrslubeiðendur hafa gert nokkrar breytingar á beiðni sinni til að taka betur mið af þeirri verkaskiptingu sem á bak við liggur. Hefur málið verið prentað upp og kemur nú þannig til atkvæðagreiðslu. Og þá greidd atkvæði hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan hafin, þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég kem hingað upp einfaldlega til þess að hrósa hæstv. Forseta fyrir það að hafa lagst yfir þetta og farið ítarlega vinnu og sett fram þennan úrskurð. Ég vil sérstaklega hrósa forseta fyrir það leið og ég segi líka, og það spennandi, ég vil líka hrósa, í öðru lagi vil ég líka aftur hrósa hæstv. Forseta fyrir það frumkvæði að eiga samtal við framkvæmdarvaldið, við ríkisstjórnina sem við lásum núna fyrr í vikunni varðandi það hvernig hægt að auka einmitt virðingu þingsins, hvernig hægt að taka fyrir skýrslubeiðnir, fyrirspurnir og svo framvegis og setja því í skýri farveg. Ég segi já við þessari skýrslubeiðni leið og ég þakka hæstv. Forseta fyrir þennan úrskurð. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil einfaldlega minna á hvað það sem liggur hér að baki þessari skýrslubeiðni. Það eru hin ólýsanlegu stríðsátök í Sýrlandi og þær upplýsingar sem fram komu í fréttaskýringaþættinum Kveiki sem sýndur var í Ríkisútvarpinu 27. febrúar síðastliðinn, þar sem fram kom að íslenska ríkið hefur ítrekað veitt íslensku flugfyrirtæki undanþágur til flutninga á vopnum sem grunur leikur á að gætu endað á svæðum sem bannað að flytja vopn til í samræmi við þær alþjóðaskuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir. Við hér á Íslandi berum ábyrgð þegar kemur að stríðsátökunum í Sýrlandi. Við þingmenn og framkvæmdarvald herlausrar þjóðar berum líka ábyrgð á því að tala ávallt fyrir friðsamlegum lausnum.
Við berum líka ábyrgð á því að virða alþjóðlega sáttmála á borð við vopnasölusamninga og það sem tiltekið hér í þessari skýrslubeiðni, og við berum líka ábyrgð á því að bera virðingu fyrir mannréttindum á alþjóðavettvangi. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég þakka auðvitað forseta fyrir þá athugun sem hann hefur framkvæmt á þessu máli og tel að það hafi orðið til þess að lagfæra málið. Ég hins vegar ennþá þeirrar skoðunar að málið ætti fremur heima á borði hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra eins og fram hefur komið á fyrri stigum málsins. Það hefur aldrei verið ágreiningur um það væri eðlilegt að það væri kallað eftir upplýsingum af þessu tagi, en það hefur hins vegar verið álitamál með hvaða hætti það væri borið fram hér. En ég tel að það sé allavega gott ef það fást lyktir í þetta mál, en sit hjá við þessa atkvæðagreiðslu í ljósi þessarar afstöðu minnar að meginefni og kjarni fyrirspurnarinnar eða skýrslubeiðninnar lýtur að málefnum sem heyra undir verksvið samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, og því hefði ég talið eðlilegt að málið færi í þann farveg. Forseti minnir á að eftir að atkvæðaskýringar eru hafnar ekki hægt að biðja orðið. Menn verða að gera ljóst merki það í byrjun hvort þeir hyggist gera grein fyrir atkvæði sín. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 38 atkvæðum gegn 3, 9 greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, kosning 7 manna og jafnmargra varamanna í bankaráð Seðlabanka Íslands til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar að viðhafðri hlutfallskosningu, samanber 26. grein laga nr. 36/2001 Seðlabanka Íslands. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Þórunn Guðmundsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigurður Kári Kristjánsson og Frosti Sigurjónsson. Varamenn Þórlindur Kjartansson, Hildur Traustadóttir, Kristín Thoroddsen og Bára Ármannsdóttir. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Bolli Héðinsson, Una María Óskarsdóttir og Jacqueline Claire Mallet. Varamenn Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, Vilborg Hansen og Ólafur Margeirsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í bankaráð Seðlabanka Íslands. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, kosning 9 manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu til 1 árs. Að viðhafðri hlutfallskosningu, samanber 9. grein laga nr. 23/2013 Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu. Mér hafa borist 2 listar, einn sem ég merki A og á eru nöfnin aðalmenn Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Jón Ólafsson, Brynjólfur Stefánsson, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Kári Jónasson. Varamenn Jón Jónsson, Erlingur Sigurðarsson, Sjöfn Þórðardóttir, Marta Guðrún Jóhannesdóttir og Jóhanna Hreiðarsdóttir. Og annar listi sem ég merki B og á eru nöfnin aðalmenn Mörður Árnason, Guðlaugur Sverrisson, Lára Hanna Einarsdóttir og Birna Þórarinsdóttir. Varamenn Ólína K. Þorvarðardóttir, Sigríður Valdís Bergvinsdóttir, Mörður Ingólfsson og Björn Gunnar Ólafsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í stjórn Ríkisútvarpsins. Fleira liggur þó ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.